og þeir lögðu svolítið áherslu á þetta. Þetta væri sjúklingur sem var mjög veikur og hvernig orðið bara, hún átti að geta fengið öryggi og umönnun og vera örugg þarna og Já, og mitt það kemur fyrir af og til í dómum að það koma einhver svona setningar sem að sita í manni. Ég man eftir þessu í fjarðakaupsmálinu. Já. Það er svona eitt og annað en mér fannst þetta svolítið sýtt í mér. Þeir segja að leggja miklu áherslu á það að ástand sjúklingsins fyrir atviki hafi verið mjög báborið og viðkvæmt og það liggi fyrir að verndarhagsmunir í þessu máli eru mjög mikilvægir af því að hann var svo veikur sjúklingurinn og hann átti að fá að njóta verndar og tryggrar umönnar á sjúkrahúsinu og að afleiðingar atviksins væri mjög alvarlegar og sorglegar fyrir alla hlutaðeigandi. Já, þetta er alveg svona, já. Og svo fyrir dómun líka að tala heilsufarsvanda hjúkrunarfræðingsins. Að þetta er bara ótrúlega sorglegt mál. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði. Og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur. Og þeir sem er í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift.